Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og með mér nýr gestastjórnandi. Það engin önnur en skáldkonan góða Vigdís Grímsdóttir. Já, komið sæl. Takk fyrir að því við ætlum nefnilega að fara að gera þetta tilraun með að byrja með svokallað bókaspjall fyrir jólin, allavega fyrir jólin og helst lengur og komnar með ansi góðan svona fyrsta gest sem að ætlar eiginlega hjálpa okkur að þróa svona þetta form og svona til að við áttum okkur á því eiginlega hvers konar þátt eða spjall langar okkur til að vera með hérna og það engin önnur en Kristín Ómarsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Já, takk, komið sælar og sæl. Og þú nú með jólabók líka í meðferðis, það bókin Móðurást draumaþing sem hún ekki svona sjálfstætt framhald? Jú, á bókinni fyrir Móðurást Oddný. Og þannig að við kannski býðum þig á eftir að segja okkur frá, eða að byrja að biðja að segja frá bókinni eða Já, mér finnst það. Ég svo forvitin, ég náttúrulega búin að lesa bækurnar báðar. Og það voða gott svona áður maður fyrir að spjalla bækur og lesa það smá í þeim. Já. Eða aðeins, ekki endilega samt, en allavega aftan á. Og þessar bækur fyrir mig langar að spyrja. Má ég spyrja? Já. Að því sem ég langar að spyrja? Já. Ætti ég kannski að spyrja eitthvað sem ég langar ekkert að spyrja? Nei. Kannski eftir. Já, ég ætla að spyrja þig, Kristín. Af hverju fyrir að skrifa langömmu þína? Já, ég ætlaði að skrifa mömmu og var byrjað á því og var að skrifa svona alls konar hana. Á 7. áratuginn, 50s og það. Og fór líka yfir 40s eða þess að 4. áratuginn eða hún fæddist 1938. Stundum var þetta orðið að svona einhverjum söngleik eða eitthvað svona. Já, langaði eiginlega bara að skrifa söngleiku. Já. En svo var ég náttúrulega að byrja að skrifa fæðingu hennar og þá var náttúrulega mamma hennar sem að fæddi hana. Sem tók eiginlega dálítið söguna. Og ég fór þá aftur og bak eitthvað 40 ár og ég byrjaði upphafi 20. aldar í Reykjavík og var að reyna að elta þessa þá móður minnar og systur hennar og en þá einhvern veginn hugsaði ég þarf að fara að tekka á foreldrum þeirra, ég get ekki skrifað þessar systur, það voru 3 ár byggu í Vesturbænum þar sem núna Holtsgata nema ég viti svona foreldrum þeirra svo ég fór alltaf að lesa aftur og bak og eiginlega þá bara allt í hennu tekur þessi rödd móður minnar af skarið og þar byrjar sagan já, þar strax komin tónnin líka Hvaða ártal ertu komin með þá? Þá ég komin 1863 þá hún fæðist þá og hún byrjar þá sagan 1870 og 69, 70 og þegar hún 8 ára. Já, þú áttu að tala fyrir bókina. Já, fyrir bókina, já. Getur kannski sýnt áhorfendum, þú getur ekki sýnt hlustendum, en áhorfendum þessa seinni bók þessa sömu Oddnýju og sagt að þessi bók sem ég að tala núna, hún rauð. Já, hún rauð og hún átti að heita rauð snjókorn en hún líka rauð af því það bara rauður litur sem gengur í gegnum bókina og þess vegna var sú bók rauð og hún alveg eins og hún nema þessi blá og þessi blá út af vatninu þess að hinn rauð út af þessum rauða lit, rauð húa, rauð alls konar sem að rauð liturinn labbar í gegnum það bók og líka því rauður ég ímynda mér hafi verið drauma litur svona ömmu minnar og langömmu minnar og mömmu minnar rauður kjóll og rauður skór og allt þetta. En má ég spyrja hvaða gögn þú segir þú að farið til að lesa mömmuna, ömmuna. Hvaða gögn þetta svona? Ég byrjaði bara í svona bara plain sagnfræði og það eiginlega fyrsta bókin
bækurnar sem ég að lesa Reykjavíkurbækur hans Guðjóns Friðrikssonar og ég les þær tvisvar sko og þær byrja sko 1870 eða 1800, ég man ekki hvort og hérna í kringu það þannig að þá ég komin á það tímabil og ég er búin að lesa það alltaf vel og þá fer ég að lesa svona alls konar hérna þætti úr Árnessýslu og svo fyrir ég að lesa bara tímarit.is og Þjóðólf og svo þræði ég mig gegnum kirkjubækur og manntöl og af því að flestar persónar sem að nefndar í báðum bókunum hafa verið til, svo bý ég til einhverjar persónur. En varstu ekki með einkaskjal, varstu ekki með bréf frá þeim? Eða? Nei, sko ég átti móðursystur sem að þegar foreldrar mínu voru báðir dánar og við systir mín komum heim til hennar og hérna sögðu minni að þú veist, pabbi minn skildi eftir reikning fyrir dekkjavexta í 1955, hann skildi allt eftir en mamma mín var með bara litla tösku og þar var nokkur tískublöð því hún hefði skrifað tísku þegar hún var eitthvað svona ung og hérna í höndunum, hún átti aldrei ritvél og hérna hárfléttan hennar sem hún klippti hárið sitt daginn eftir fermingu bara því hún var alltaf pönkari sko eins og þegar hún var 60 daginn sem hún var 60 þá bara snöði á sig en þetta svona stór tímapunktar í lífi manneski að fermast að vera 60 ára kannski en allavega þá fórum við til móðursystur minnar út af öllum sem gögnin sem pappi skildi eftir og mamma með þessa litlu tösku og hún sagði hendi þessu öllu og það sem mér fannst svo áhugavert við móðurfólk mitt það er með mjög gott minni og það er ekki að skrifa niður það segir bara hlutina og sagði það myndi þá en sko pabbi og fjölskylda hans þau voru alltaf eitthvað að skrifa niður í dagbækur en amma mín föðuramma mín hún sá nú alveg til þess að fara yfir það og rífa út leyndarmálin. Það? Var hún búin að fara? Já, hún fór yfir þetta allt og flýtti sér á þannig að færa að missa sjónina eða eitthvað svona að rífa út leyndarmálin? Já, hún tók bara já. Og ég hef ekki svo að vísu síða það sem var eftir sko og hef ekki aðgang að því en allavega þá er þetta það stendur í lasum eina frænku mína þú veist í ykkur ættabók það var stóð sko já hún lalalala fætt þetta hún var minnug en mér finnst þetta áhugavert með móðursystur mín vilja bara þú veist þau voru ekki að skilja, vildi ekki skilja eftir þessi spór bara En hvernig var það að þú segir þessi rödd einhvern veginn var þessi rödd tók yfir eða svona byrjaði að segja söguna leiða söguna eða þannig og var það bara gerist svona sjálfu sér eða það var ekki hennar rödd beinlínis þú last ekki hana eða þannig Nei, ég náttúrulega ég fann náttúrulega dálítið hana sko og ég fundi þú veist ef maður leita grænt þá finnur maður ýmislegt og það er ekki mikið en það þú veist það þarf bara lítið til að byggja á sko ég fann þú veist í minningagreinum hana og gat aðeins svona og mamma hafði sagt mér ekki mikið en dálítið hana og hún sem sagt þannig ég veit litla punkta hana sko þannig, En þú fer líka í ferðalög, er það ekki? Þetta er endalaus heimildavinna. Jú, þetta er endalaus heimildavinna og það er stöðugt alltaf meðfram skrifunum þá er maður stöðugt að lesa sem er rosa skemmtilegt, þetta er alltaf svona eins og að vera spæjari sko svo þykir mér alveg bara að vera það og svo kemst maður að ýmsu sem fer að skoða bara í gegnum þú veist eitthvað sem dó úr bólgum þá fyrir maður að byrja hvaða bólgur voru það og eitthvað svona litli punktar alls konar sem maður finnur og ég fann meðal annars að hún sko spilaði á langspil og svo veit ég ýmislegt eitthvað pínlítið það sem gerir seinna þannig að hún flytur svo í Reykjavík en ekki mikið samt sko En Bræðratunga, þú fórst Já, í Bræðratunga og hún ólst upp á Bræðratunga sem mér fannst náttúrulega rosa skemmtilegt út af því að Bræðratunga kemur fyrir Íslandsklukkunni og svo líka í Njálssögu og þá fannst mér þetta svona þá verðum að skrifa inn í þú veist bókmenntirnar að nota eitthvað svona stað sem að kemur í sögu og ég náttúrulega hef lesið aftur Íslandsklukkuna og leik mér svolítið af því stundum að
og hann var, held ég, hann Magnússon að fyllivittan þar forfaðir, þú veist, verðandi manns hennar, held ég, minni, eða hennar, ég man ekki hvort. En þetta ekki svolítið nýtt hjá þér svona að skrifa sögulega, skilgreinur þetta sem sögulega skáldsögu með svona tilvísunum í tíðaranda og allt svoleiðis? Já. Ég held að ég hljóta að verða það, sko, því að þú veist, eins og nöfnin og svona, og ég fylgi náttúrulega, ég læt engan lifa lengur en hann lifði, sko, og eitthvað svona. Og svo sem ég náttúrulega, þetta náttúrulega skáldæfisaga, ekki mín skálduð æfisaga, þannig eitthvað skonar, en hann að, já. Jú, þetta nýtt. Hvernig það hefur því tekið bókunum? Já, ég veit náttúrulega ekki hvað mamma og móður, það vildi helst ekki tala sko, ég held að það hefði ekkert fílað þetta, sko, því að það var einhver maður til þess að fara að skrifa já, hann Bjarni hérna fyrir austan, hérna á Selfossi, hann hérna skrifaði bók sem heitir Krónika og það fjall, og svo bók kemur mér á sporið, þannig úr Biskupstungum. Bjarni Harðar. Já, Bjarni Harðar og þar les ég þetta fólk, sko, og hún hleypir mér alveg rosalega langt af stað, en þegar hann var að skrifa þessa bók, þá var hann alltaf að hringi mömmu og móðursystur mína Sofíu og þær nefndu alls ekki að tala við hann. Þær bara, hann var að hringja enn einu sinni. Þess bara þær bara, nei, þær hjálpuðu hann ekkert. Því þær bara nefndu ekki, þær var engan áhuga á því. Það segir náttúrulega heilmikið þær. Mjög mikið, sko. En svo að segja á þann, sko. Já, og líka, þú veist, ég held að þær myndi ekkert vilja þetta. Það var að Tína, hvað ert að gera? Þú veist, nú hún. Ég held að mamma henni, að því ég þekkti hana nú, að ég held að henni var voða lána með þessa bækur, sko. Já, það ekki? Jú. Hún ekkert skammað hana fyrir að vera... Nei. Og það heimildir, en segðu kannski frá sem svo skemmtilegur hluti í fyrirbókinni, sem... menn hafa komið að mála við mig og sakna þeirra persónu úr seinni bókinni. Þessari. Já. Og hvaða persóna heldur þú? Mér dettur í huga að sé Ída. Ída, og hver hún? Það kýr hérna. Hún kú í hérna. Það kýr. Hún kýr. Já. Það kýr kú. Já, hún kýr í hérna fjósinu. En hún mun koma aftur fyrir. Nei, afkomenda hennar koma fyrir í næstu bók. Nú þriðja bókin á leiðinni? Já, og þar verður aftur, og hún talar líka færisku og kannski fleiri tungumál. Það aldrei að vita. Ég búin að koma stað í ég að fara að koma stað í hvaða tungumál álfarnir tala. Það ekki endilega íslenska. Þeir tala álfamál, sko. Ég kendi nú lengi álfum, þannig að ég veit Kendur álfum? Já. Nú, hvar var það? Það var svo fáir í skólanum sem ég kendi á Ströndum. Þannig að það var einn álfabekkur. Já, þannig að þær var töluð íslenska. Þú ekki að huglega hvaða tungumál þeir tala. Nei, okay. Þeir tala bara og þú talar sama og þið verðið ekki dörfið það hvaða tungumál það er. Já, en þessi kýr, hún talar Ída. Akkur heitir hún það Ída? Hún heitir í höfuð að Ídu Pfeiffer, austurískri ferðarkonu sem kom eitthvað í kringum 1840 til Öskju. Já, og hún fer hann svæðið og Gullfoss og Geysi og það og hún fer á heimsækir dætur, svona sýslumastætur á í staðnum, í Árnessýslu. Og ég fatt, hún kemur í minni mömmu Oddnýjar, sko, þannig að þess vegna minningin hana til þegar bókin að gerast þarna 1871, já. Og hún skrifaði þessa ferðarbók sem ég las og hún fór aldrei inn á hún hafði andstið á sem, hún gæti ekki farið inn á bæina, það var svo ógislegt, en hún fór til ríka fólksins og gæti sofið þar og í kirkjum. En svo eignast hún nöfnu? Og svo eignast hún nöfnu, já, í fjósinu sem tala færisku. Já, en ég að rugla, þetta ekki konan sem að misti unnustu sinn ofan í Öskjuvatn. Nei, þetta ekki. Nei, ruggli mér og ég teka nú líka fram að ég ekki búin að lesa bækurnar sem svona algjör mínus fyrir í svona bókmyndaspjalli, sko, eins og þú segir, það alveg lágmark að maður sé búin að lesa bækurnar. Ég sagði ekki lágmark. Það kannski skemmtilegra, en hittu vel hægt.
Já. En ljónatönnin sem er vendari þessa þáttar, að hún bjargar þessu þú dæðislega. Og ekkert síðra að eitt sé ekki búin að lesa. Nei, ég er alltaf búin að lesa mjög marga bækur eftir, hugsa ég svona, eiginlega allar eftir þig svona, þannig að ég er búin að glugga í þessar, en ég ætla að þetta lesa þar og kannski ef þú væri til ég koma aftur, það verður gaman að við myndum þá. Við ætlum samt ekki að vera með svona bókadóma eða þannig, sko, er það nokkuð? Nei, það má, en sko til dæmis ef ég er hrifin af þessum bókum, ég ætla ekki að segja endilega ég sé það, því ég er hérna gestanemandi en það langar mér samt að spyrja og líka því svo forvitin og ég hef ekki spurt þig hvað er mikið af þér í þessum stelpum sko hún er orðin 15 ára í seinni bókinni Draumþing en í fyrir er hún 8 ára þegar hvað er mikið af þér í þessi leikur þú veist þessi samtöl, þetta ofsala ímyndunarafl, ég meina, er eitthvað þér að þú er náttúrulega ekki ímyndunarafl? Nei, ég tek bara frá öðrum, sko. Ég náttúrulega hef frænku mínar og systur og svona, og þú veist, ég get, og móðursystur mín og mömmu, þetta er ég hef rosa karaktersafn að vinna úr af því ég held að þetta allt einhvern veginn renni eins og lækur einhver staðar frá og allt sem ég geti séð í systur mínu og frænku mínum og svona það eigi sér uppruna eins og ég var með þeim í Stokkólmi af því ein frænka mín á heim í Stokkólmi og fyrir 2 árum við fórum á Abbasafnið og fleira og það var gott og skemmtlegt systir mín líka og þá þær eru ég er ekki að móðga neitt en þær eru óhemju duglegar og þeim þú veist það hverfur alltaf borðum eða þú veist og það er allt orðið hreint og það þú veist og alls konar svona lítil smáatriði sem að fylgir þeim sem ég svona kannski hnöpla og les ég les bæði í eitthvað og svo og held að það er eitthvað sér hliðstæði til fyrir tíma. En fannst þér svara spurningunni þarna var þetta ekki svolítið kvenlegt svar þú spyrir hvað er mikið af þér þá fyrir hún að svara því hvað er mikið af systrum og frænkum sínum Nei, það er ekki, þá spyr ég bara aftur að því að ég hef reynt að segja að það sé ekkert af mér í þessari ég reyni að segja það sé ekkert af mér í þessu en ég verð að viðurkenna að það er slatti og sérstaklega í þessari bláu sko. Já, af því þá er hún orðin aðeins eldri Já, og það er bara beinlínis ég tek einmitt En ertu sammála því sem einhver sagði að hún streitast við að halda áfram að vera barn Já Í þessari bók Já Hún er 15 ára, 14 ára Já Þú ert nú svona svolítið þannig, er það ekki þú ennþá Nei, ég er ekki þannig sko. Nú Nei, sko, frænku mín En frænku mín er að norðan Þær eru allar eins og börn þú veist þetta ég var náttúrulega ekki að gera það ég var að flýta mér að vera fullorðin en mér finnst samt að ég ímynda mér að þessi kona hafi verið rosalega róleg og yfirveguð að þess vegna það var einhvern veginn þannig sem ég fekk á tilfinningu af því sem mamma sagði og það held ég að ég reyna að gefa henni en ég held að það eigi ekki við mig að þú sett ekki róleg já en allavega þá er ég að gefa henni hellingu frá mér held ég En þegar þú skrifar, ertu róleg þegar þú skrifar? Já, mjög róleg Þú ert ekki róleg svona bara í venjulegu lífi en svo þegar þú ert að skrifa þá? Já, þá er ég, það er einu staðar sem ég er róleg En ef þú ert að skrifa um æst Já, þá æsist ég alveg Já. Þannig að þú ferð svolítið inn í ham þessarar, svolítið sittur á þig svona, þetta er svona eins og sjamanismin er ekki að fara inn í feldin einhvern veginn Ég stundum mér sem þegar maður er sest og því eitthvað finnst það örugglega líka að maður sest og fer að skrifa þá finnst mér sem stundum mér sem maður sé svona flugstjóri að fara að setjast í flugsætið
og svo bara, ef maður sest og allt reddi og maður bara fer á stað. Jú. Þú meinar þú samsamaði við fólki sem þú ert að skrifa um? Já, en ég meina bara það að skrifa, þá maður bara eins og maður fari í flugstjórasæti og svo bara maður sest og svo bara líður allt í 3 tímar kannski. Og maður bara, já, nú maður lentur. Jú, ég kannast við það, þess vegna finnst mér alltaf einhvern veginn mikilvægt að hafa vatn og kaffi, svona tilbúið hjá flugmanninum, þú veist, Já, og maður þarf, og sjúkrakassa jafnvel og eitthvað Já. svona tilbúið. En það er stundum bara eins og maður spennir jafnvel beltið, sko. Án þess að maður þarf ekkert beltið, sko. En það er aðlægt, þú veist það þegar þú ert að skrifa, af því þú ert nú svo ofsalega róleg þegar þú ert að skrifa og þú skrifar í 3 klukkutíma í einu. Þú stendur ekki upp eða neitt. Það er aðlægt, Kristín Ómarsdóttir, að standa upp á klukkutímafresti. Út af bakinu. Út af bakinu. En þú ert alltaf mjög róleg. En það sem ég nú að reyna að fiska eftir og við báðar, hvort þú samsamið þessum persónum, hvort þú verður pínlítið þær. Já, líklega, ég held að þið getið líka sagt það. Eiginlega maður enginn, þú veist. Nei. En hvað gerir maður, það er náttúrulega margir sem að skrifa aðra persónu, en sérstaklega eins og kannski formaður sínar og það er einhver kraftur í því, ég held að svona flestir segja það sem að reyna að ekki endilega ættartengsli, það er eitthvað svona einhverja manneski sem hefur verið lifandi að fara inn í, það er það ekki alveg svona sérstakt að þá sérðu eiginlega allt, til dæmis ef það er ættmenni þá sérðu ættarbogan, sérðu ekki þessar frænkuðinar allt öðruvísi út frá svona, eða hvað er það sem einhvern veginn gerist, af hverju er þetta svona magnaður gjörningur? Þetta er náttúrulega, það er eiginlega alveg svakalega magnað, sko. Eins og ég uppgötaði bara eiginlega strax þarna þegar ég var að reyna að skrifa, þegar allt inn vaknaði nótt og þá er móðir minnar að segja frá fæðingu í dóttur sinnar. Það var bara dálítið svona magnað. Þú dreymdi það? Ég bara vaknaði upp nóttina og byrjaði að skrifa það, sko. Og jú, þetta er einhvern veginn, það er ekki bara áföllin sem er verst. Það er allt lífið. Já. Þetta er eins og sé inn í manni, já. Ég myndi segja það. Og ég ætla nú ekki heldur að tala að því frænku mína muni kannski bara aldrei bjóða mér með sér neitt framar. Ef það hlusta á þáttinni, ég vona. Þetta var nú að fallið sem þú sagðir Já, algjörlega. Það bjóðið kannski oftar, Kristín. Já, ég vona það. Svo ég geti stólið meira. Nei, alls ekki þannig. En þú hefur verið að lesa upp úr bókinni, eða ekki? Viltu leyfa okkur að heyra kannski smá brot, svona... Sko, þetta er fyrstu persónu frásögn, eða ekki? Jú. Já. Heldur þú fá ekki þá frekar spurningar eins og frá mér það hvort þetta sért þú að einhverju leyti? Jú, en þetta er ekki ég, sko. Nei, við erum búin að ræða það. en þegar maður skrifar í fyrstu persónu, þá býður maður þessu heim. Já. Þú veist, ef þetta væri glæpasaga, sem þetta náttúrulega ekki, og hún var búin að drepa mann í lokin í fyrstu persónu, þá er víst að fólk myndi spyrja þig, hefur þú verið í fangelsi? Þú veist, ég veit þetta, sko. Já. Þegar, sko, fólk verið að rugla saman, sko, höfundinum og það sem maður skrifar, og ég teki eftir þetta sérstaklega hjá konum, skáldkonum eins og Nína Björk myndi segja. Þú hefur maður nú alltaf verið ekki mjög, Jú, algjörlega. Titillinn Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón, svo ertu með ljónstönn. Já, ég með ljónstönn sem er vendarið þátturins. Og fæstu þá ekki ansi oft þessa spurningu? Jú, ég sagðist að auðvitað hafa setið í fangelsi. Það hefur hver kona gert sem er mikið heima með börnunum sínum. Ég sagði það ekki, sko. En, jú. En ég held að þetta sé að fólk sko ruglar saman höfundunum og þeim sem skrifar. Já. En mér fannst ég verða að spyrja. Já. Ég byrst innilega afsökunni til þú ekkert lík henni Oddnýju í þessari bók. Hún heitir náttúrulega Oddný. En sko, en þá kemur einmitt að því við ætlum að undirbúa okkur undir líka þessa bókmyndaþætti. Er þetta ekki samt, myndur þú segja að þetta væri bara, þú spyrði þessara spurningar, ekki bara til að minnast allra hinna sem spurði þessara spurningar, heldur þetta er á einhvern hátt, hlýtur að vera á einhvern hátt áhugaverð spurning. Já. Hvar er þessi
eða hvað í þessari spurningu? Hvað varðar lesandan hvort þetta nákvæmlega, skiptir það einhverju máli, hvort þetta að þú ert að skrifa þig eða einhvern annan? Það alveg rétt, flesta lesendur langa til að vita, ert að skrifa þig út frá þinni reynslu. Er það að því að ef þú ert að skrifa þig, er það þá meira satt, að því þá veistu það, eða? Ég veit ekki hvað akkur fólk spyr, en ég spurði vegna þess að þó hún vil ekki viðurkenna þess að ég skil mjög vel að þá finnst mér, sko sem lesanda, að ég þekki hennar sögu dálítið í gegnum þessar tvær bækur, sko. Og þegar ég náttúrulega þekkti það ekki þegar þú varst 8 ára, en ég get vel ímyndað maður hafi einmitt verið svona að ræða með hunda og ketti og það skipti ekki máli fyrir því hvort það væri maður, kona, hundur eða barn, sko. En finnst þér eins og þessi spurning sé eins og þú hefur verið að sitja á því gerfi, þú veist, á öskudag eða fyrir jólaskemmtun og að þeir fullorðna hefur bara séð í gegnum, þetta nú bara þú Kristín, þú veist, séð í gegnum gerfi þetta, að því þú ert að skrifa sögulega skáldsögu og þá sé eitthvað svona mínus að þetta sé bara svona að þú skínir í gegn. Þú ert ekki að spyrja svoleiðis? Nei, guðin minn, ég er mjög ánægð með þessar bækur. Þetta er ekki gagnrýni. Nei, ég veit. Ég er mjög ánægð með þessar bækur og það er alveg sérstaklega vænt þær. Og ég hlakka til þess svo 3. koma, svo 4., svo 5. og allar ekki hægt á með miðun eða þér eða hvað. 8. Ég er náttúrulega, segjum svo, ég skrifaði mig, segjum svo, sem ég er rosalega hrædd við að gera. Þá er þér ekkert spurð. Nei, þá er ég ekkert spurð, en það er þið rosalega öðruvísi. Sko. En kannski að þú ert búin að fara í gegnum þessar, þá verður það bara allt í einu eðlilegt. Já, ég ætla líka að skrifa vísindaskáldsögu inn í þetta, sem kemur eiginlega fram í fyrstu bókinni. Og það er Ida Kýrin sem er vísindaskáldsögu. Það fannst mér nú þegar ég var að lesa þá bók, sko, að hún segir voða margt sem þú myndir segja. Kýrin, ég er ekki að draga það í efa að þessi heimildanótkun þín á þessari ákveðnu belgi fjósi þessi rétt. Já, en ég held að þetta þú sért að komast að þínu sanna kannski. Ég sé kannski Kýrin. Já, Kristín. Já, ég held að ég sé að lauma mig þangað. Og þess vegna kannski sakna maður hennar úr öðru heftin en fær hana í... Já, þið fáðu aðeins, já. En allavega þá fer hún, svo bóka að heita, ég ætla bara að segja það, sko. Því þá kannski skrifa henn aldrei. Jú. En ég er ekki hrædd við það, skilur. En hún að heita Borgfúðs. Þá fer hún til þeirra borgar, Kýrin, þetta er ferðasaga og vísindaskáldssaga. Á færeysku. Þannig ég þarf að fara til Færeyja og læra færeysku í bókinni, sko. Þannig að það þætti mér mjög mikil áskorun og skemmtilegt. Það er gaman, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni. Og gerist kannski annars í stjörnu. En það er líka svolítið gaman að því maður veit að nú hefur verið mikil heimildavinna og svona. Það er svolítið gaman að þegar maður les svona bók, maður er ekkert að hugsa það. Þannig er allir góðu skáldskapur. Að þú finnur ekkert alltaf fyrir leikstjóran. Þú finnur aldrei fyrir hann. Og það dettur einhvern til huga sem fyrir að lesa þessa bækur, þess sem gaman að vita það. Á baki hverju þeirra, þetta er engin fljóta skrift, er mikil vinna og heimildavinna og hafa skal það sem sannara reynist ef það er hægt. Og svo er hitt, ég sjálfur, einhvern veginn svona, sko. Eða mér fannst það. Já, takk fyrir. Nei, það er ekkert að það. Þetta er alveg sjálfþakk. Já, það eru búin að fá mjög svona góðan dóm. Þessar bækur. En viltu lesa þá fyrir hlustendur og áhorfendur bara, eða varstu kannski ekkert búin að undirbúa þig svona? Hvað ég ætti að lesa? Getur þú gripið bara einhver staði niður? Já, ekki bara að lesa bara stutt eða, þú veist, það veit ekki hvað, já. Jú. Ég veit að það sé dótt úr tísku að lesa lengi, svona langir upplestrar. Þá förum við út. Það er lest lengi. Bara 88, er það ekki fín blaðsíða? Jú. Þrætur að fæðast mei, að breytast í mei. Ég er ekki hrein mei, hvíslaði Jóhanna Sigríður, en ég er samt besta fáanlega mjölið sem ég veit og ég veit margt, miklu meira en menn getur haldið. Ég veit eiginlega allt. Hver bóndi hefur eignarhald á meidómi vinnukvennan á bænum, sagði þá Guðríður.
Nema vinnukonan rík, sagði Jóhanna Sigríður og gleypti róð. Rótið mjöl ekki rótið fyrir augliti drottins. Ert þú hrein mey, Oddný? Spurði Guðríður og hvesta með augun undir svörtum augabrúnum. Ég horfði til mömmu, svaraði að ég væri hvorki hrein, né spjölluð og heldur ekki mey, en að ég væri femd. Hvernig þá? Spurðu þær. Ófullburða manneskja hvorki hrein eða spjölluð, sagði ég. Nei, hvert stúlkubarn fæðist hrein mey, Oddný, sagði Jóhanna Sigríður. Ef ekki klappa bara? Jú, takk. Takk. Ertu mikið að lesa upp núna fyrir jólin? Mikið svona jólabóka lestur? Nei, það hefur ekki verið mikið. Það hefur verið þarna bókamessunni og útgáfubóðum og bóðum forleiðir með. En það er mál manna að svolítið svona druknar í kostningunum. Ekki svona þessi venjulegu... Já, ég myndi segja það. Jólabóka... Ég held það hljóta að vera. Lestrar, já. Það voru miklu fleiri fyrir. Þess vegna ætlaðu þú að smeygja þessu inn á rauðarborðið. Já. Þáttinn, er það ekki? Jú, aðeins að minna á að þetta nú eiginlega verið að stela okkur. Já, og svo langar okkur líka til þess að vera með jafnvel fleiri, því við erum með 2 önnur sæti, jafnvel að stundum, ég svolítið saknaði þess að rithöfundar líka svona spjalli verk sín, sín á milli einhvern veginn. Og gefið sér aðeins lengri tíma til þess að ekki, eins og við vorum kannski svolítið að tala það ákveðið álag á höfunda þegar þeir eiga að reyna að selja bækurnar sínar, þetta veitir kannski ekki af, en eru þá eiga að reyna kannski að setja svona summera upp dálítið og reyna það sem kallast þeir selja hugmyndina. Sumi geta þetta rosalega vel, bara eins og það komið frá Guði það sem ég segi bókina. Aðrir eru ekki þannig. Þetta bara eins og hvernig gengur manni að selja bókina sína. Þegar bók kemur út þá veit ég marg og ég svolítið sjálf mig langar bara hverfa. Sem því miður ekki hægt. Og mjög margir eiga erfitt með þennan tíma. Svo það er kannski bara gott fyrir pólitíkin inn, enda stelur hún alltaf öllu, við vitum það. Pólitíkin. En hún stelur ekki glatt bókum, Þær rata alltaf til sinna eins og skáldi sagði. Ætli maður verður nú ekki feiknir að svona bara leggjast upp í rúm og fara að lesa skáldskap eftir kosningarnar, við vonum það nú kannski. En myndið þú geta sagt núna, bara óforvarandi getur þú sagt hvað þessi bók og ef þú ættir að þetta væri svona næstu þín höfuðlaust að höfða til sem flestra og bara til þess að þú til þess að það ylti á því hvort þessi bók seldist núna fyrir jólin og hvort að þú heldir íbúðinu þinni. Já, byrja núna. Já, nú þú að auglýsa bókina. Ég held sé betur þú segir það. Já, ég slá. Af því að þú veist, þetta auglýsing. Já, þessi bók, kæri áhörandi, hún fjallar stelpu sem 14 að verða 15. Þið vetið hvernig það eflaust, þau sem eru búin að vera það, að hún fædd 1863 og það sumar, það Jónsmessa í þessari bók og hún finnur land sem ekki til. Þetta auglýsingin. Þetta land sem ekki til og það draumþing. Bókin heitir það. Já, hún næstuð í útópía. Já. Mér finnst þetta bara að því svona... Þetta var vel auglýst hjá mér. Já. Eins og ég hef ekki unnið við annað en að pakkin vörupakningar og stimpla eitthvað á vörunar. Já, en þetta væri náttúrulega samt en ef þú ættir að stimpla líka hvers konar bók sem sagt, ef við sittum hann að söguleg skáldsaga stimpilinn og stúlka finnur land sem ekki til. Var áður til.
Já, hverfur sífellu. Já. Landnám unglingsstúlku Þetta er landnám, frá 1873. Þetta er Landnám unglingsstúlku Já. frá Þetta er 1863. landnemi sem fer ekki vestur, Nei. heldur inn í sig. En það er líka eitt sem ég var að velta fyrir mig þegar ég lesa þessar bækur, að það var sko maður lesa alltaf höfðingjasögur frá þessum tímum og frá eldri tímum. En þetta er maður bara allt í komin inn í búr og svona farin að fylgjast með einhverju sem maður hélt bara var ekki þetta að skrifa venjulegt fólk frá þessum tímum, því þetta er allt höfðingjar, prestar eða prelátar, sko. En þetta fái ekki bara venjulega manneski eins og okkur hérna heldur 8 ára, 14 ára, sjónarhótt, bass og úlings og kýr sem veit sínu viti. Hvað vilja menn meira í bókum? Ég veist að þú verður kannski betri þá að selja bókina eða svona kynna bókina, ekkert betri með fullri virðingu, en það er oft þannig að sko, það er mjög erfitt fyrir höfunda að vera einhvern veginn að segja hvað einhverja bækur eru. Já, á maður þá að segja til dæmis sem höfundur, já þetta er þessi bók hún er bara hreint út sagt glæsileg. Getur maður það? Getur maður sagt svoleiðis sig? Getur þú það, Oddný? Nú ertu búin að skrifa bók sem er hreint út sagt glæsileg. Afreksverk. Þú ert búin að skrifa þrekverki. Já, þakka fyrir. En þrekverki, já, þetta er þrekverki. Einmitt mömmu mína og ömmu líka, það er svolítið svona, eða ég fyrir inn í þann handbótið. Með skáldsögu inn í eftir því. Með skáldsögu, já. Heitli skáldsögu inn í, já, alveg rétt. En þakku fyrir. Nei, ég myndi nú ekki geta sagt sko sjálf glæsilegt, en þar sem ég er útgefandinn líka þá þurfti ég til dæmis að skrifa káputextan og þar gat ég nú ekki mitt sagt glæsilegt, en hvort ég sagði ekki metnaðarfullt eða vandað eða eitthvað svona jákvætt. Nei, ég sagði ekki seiðandi, en þetta er erfitt, sko. Og þá kemur líka þessi spurning, við náttúrulega erum ekki að fara að vera hérna kannski við rauðaborðið að biðja höfundum að kannski selja, eða svona við erum auðvitað bara að pæli, reyna lýsaði fyrir áhorfendum og hlustendum hvað þetta getur verið svolítið skrítið, svona þessar kynningar fyrir jólin, að kynna bækurnar og hvað er kannski nöturlegt stundum, hvað er lítill tími til þess að ræða almennlega eða þessi draumur allavega held ég hjá mér og held ég hjá mörgum og ykkur að þetta svona að þegar maður er búin að leggja kannski mörg ári í eitthvað verk eða að ræða það svona í róliheitum og pæla og jafnvel fá að heyra frá þeim sem lesa og hafið ekki stundum saknað þess svolítið? Jú, algjörlega. Það er best að það hverfi, sko. Það er eiginlega búið. Það er búið. Áramót, eða strax á jólakvöld. Og þá bara strax ertu byrjað að skrifa. Já. Það er enginn sem jafnir sig á því, en þetta er alveg rétt. Það er ekki bara í pólitík sem samtali er nauðsynlegt. Því auðvitað það að skrifa bók og vinna bók er líka pólitík. Og þú þarft að afla fjárins og stuðningsins og allt þetta. Þú þarft að hugsa þitt tengslanet, eins og mér finnst til dæmis ungir höfund að gera mjög mikið af í dag. Að huga þessu vegna þess að það þrengir alltaf að. Og því miður þá búum við þessi markaðslögmál, sko. Það við verðum að gera allt jafnvel þó við þurfum að skipta algjörlega karakter þegar við erum að kynna þessar elsku bækur. Já, sumir af yngri höfundum einmitt bara hafa gripið til þess og eru góðir bara að segja eitthvað mjög jákvætt eigin verk og svona, og þetta sló mann dálítið upp að við núna auðvitað dáist maður að því að bara geta, því það er ekki kannski annar að fara að segja það. Sannleikan þessi verk. Já, þeir sem eru svona mikið á svona hátíðum og svona, þau kunna þetta. Ég var eins og á Gautaborgarmessunni og fylgdist með höfundum. Þeir voru sumir bara alveg snillingar í þessu að tala bara, þetta er svona, alveg bara búið að pakka þessu inn í bara mjög góðar, stutt og skorinort og hnitmiðað mál, sko, sem hitti alla í, einhvern veginn náði öllum, svona. Já, í salnum. Já, og ég fóru svona milli og var bara að fylgjast með og sjá hvað fólk var ógeðslega gott í þessu.
En svo náttúrulega eru þetta viðtöl, það eru bókmyndaþættir og það eru blaðaviðtöl voru allavega, þú veist, útfarsviðtöl, það voru alltaf sérstaklega útfarsviðtöl sem voru ansi góð og maður lærði alltaf eitthvað nýtt en ég man eftir, ég sagt það líka þegar ég og Eiríkur Guðmundsson heitinn gáfum út sama dag, sko, ég gaf út mína fyrstu bók eða svona aðra bók og hann líka og þá var bara svona upplestur og svo vorum við að tala eftir að hvað væri gaman kannski bara hittast og ekki verið viðtölum heldur bara við myndum að rappa og spyrja hvað er það að meina með þessu og allt það, já. Og kannski við myndum bara taka það upp á band og eiga það. Það væri nú frábært. Já, ég sé og svo gerðum við aldrei, sko. Ég því þá hefði verið bara svona podcast. Já. Langt á undan öllum podcastum. Já. En núna er hann nú dáinn og svona og nei, en þess að hugsa maður, hvers myndum maður þá vilja spyrja ef við myndum spyrja, við höfum örlítinn tíminn er nú að fljúga frá okkur. Já. Í þessu, að verða búinn tíminn er að verða búinn en að því mér langar, Kristín, þú hefur nú tekið mitt viðtöl við höfunda í tímarit Máls og menningar varstu með hvað bara fjöldan allan af viðtölum sem voru sérstök og einhvern veginn nálguðust höfundana og verkin á mjög frumlegan máta. Minnist þú svona spurningar sem að höfundum fannst allega bara gaman að svara sem að þú getur kannski gaukað að okkur hérna? Já, ég held að sem hafi þótt gaman að tala benskuna og hvernig þið byrjuði að skrifa, hvernig þið voru að skrifa, hvernig þetta byrjaði allt saman og svo fannst þeim bara held ég þótti bara gaman að svara yfir höfuð, öllum spurningum og þetta voru svona ólíka spurningar og mér slíka þá var ég náttúrulega bara í því að markmiðið var náttúrulega að skrá niður, að búa til heimild þessa höfunda á þessu skeiði sem þeim voru þá og ég hugsaði mér, sko, ég ætlaði bara að gera þetta til eilíðar þannig að svo myndi ég gera aftur við, þú veist, þegar fólk var 10 árum eldri eða 20 árum eldra og alltaf þú veist, þegar fólk er ungt og svo og ég ætla alltaf að taka aftur viðtal til dæmis við Álfrúnu Gunnlaugsdóttur og og við höfum alltaf það annað viðtal, sko, þá einhverjum svona ég veit ekki hvað mörgum árum 6 árum síðar eða eitthvað og já, fyrst og fremst var þetta líka og ég tók nú bara eiginlega viðtal við höfunda með kvenkyns en það var einn maður held ég sem ég tók, einn kall en í svona til og líka mér langaði að sjá einmitt hvernig höfundarnir breytast líka í gegnum ferilinn alveg, af því það er svo rosalega stóra breytingar sem verða ungur höfundur og svo höfundur sem er á svona þessum miðjukarriér eða eitthvað komin að létta þessa skeiði og því allu og svo að því líka svo forvitnilegt að því að ævi kalla og kvenna í þessum hlutverkum sem okkur er sköpuð er svo ólík og hún talaði mitt það hún Álfrún að þú veist kalla höfundarnir þú veist þeir eru þeir rísa svona alveg og svo eftir 20 ár þú veist ná hápunkti svona 40 eða 45 ára eða eitthvað, þú veist, og þeim er hlíf, og þeir eru sko vendaðir miklu meira, þú veist, þeir þurfu ekki að gera allt, þetta var líka í fyrir tíma, þeir þurftu náttúrulega aldrei að laga mat og allt það áður, eða sjá börnin og eitthvað svona, en leið einangraðist líf þeirra, en á meðan æviskeið kvenhöfundar er svona jafnara, þú veist, þetta verður nú kannski eins og bara eftir testosteróni, það er svona, það er nú búið þarna, en allavega það æviskeið kvenhöfundarinn er jafnara og hún fær náttúrulega aldrei þetta big break eða það þeir svo kallandi fá og hún er ekki vendu og hún er ekki einangruð en sko þegar er það að tala Álfrúnu? Já, Álfrún var að segja þetta en konurnar en þegar þeir eru orðnir 50, 60 þeir eru búnir þú veist, þeir eru bara búnir
já 70, en þú veist, þetta hún talar þú veist, fólki að sinni kynslóð og líka alla þessar snillingar, kalla snillingar sem voru ólust upp með henni, voru rosalega snillingar, sko, ungir snillingar. Það vantaði þá ekki þar. En konan konuhöfundurinn, þú veist, hún á miklu lengra tímabil, miklu og allt öðruvís og við vitum það ekki af því að þær hafi ekki fengið að blómstra. Við vitum ekki hvern æviskeið höfundar og hún vildi meina að það hætti ekki að því hún var náttúrulega að skrifa bækur sko 77 ára, 78, þú veist, og gefa út. Bara frábæra bækur og allt það og hún vildi meina að ástæðan fyrir því að konurnar voru ennþá að skrifa frábæra bækur eldgamlar innan gæsalappa væri að því þær væri svo góðum tengsli við lífið en kallarnir væri svo einangraðir og þú veist og það væri alltaf náttúrulega allir að passa upp á að þeir væru hefði frið og frið og frið sem að við vitum náttúrulega allar þrjár að friður það bara friður og næði þú skrifar ekki án þess það bara grunn elementin og maður veit alveg leiðum að fer eitthvað bara í eitthvað þorp eða eitthvað í burtu í nokkrar vikur það skrifa svona 10 sinnum meira heldur en maður í miðjunni á storminum eða hauga stormsins eða hvað sem það og þess vegna var ég líka og hafði áhuga á þessu með, þú veist, og hún það bara, við vitum ekki hvernig æviskeið, hvernig ljóðskáld ég meina kalla ljóðskáldi þau voru að skrifa frábæra ljóð þegar gömul og allt það Stefán Hörður og svona en þetta bara svo en við vitum ekki með konurnar í raun það Dejan Vifleitt en allavega eins og með myndlistakonurnar og svo það verðlaunað fyrir þol og úthald og það verða frægar þegar það 95 ára eitthvað Bourgeois og Agnes Martin sem dein með pensilinn í hendi og það hinn með hamarinn í hendi eða eitthvað og frægar þú veist, Agnes var nú já, hún hafnaði þessu sko, sem að henni bauðst sem var mjög flott fannst mér en þetta er bara svo ólíkar ævir sko. Og svo verða það kannski einmitt frægar eftir þær dey og þá getur það ekki svara fyrir sig sko. Já, og svo náttúrulega líka helst ekki fyrir eftir 70 ára eftir þær dey svo enginn fái peningana Já sko, mér finnst þetta svo að segja núna þessi monólógur sem kom núna sem mér finnst mjög góður sko en það er svo margt sem þetta að ræða innan úr honum sko. Eins og hvernig þú segir með kallmenn sko, svo þeir bara búnir Já, hún var að ef þeir fá þeir náttúrulega þegar hlaðið undir þá alveg bara bla bla en svo núna ekki alla kalla ekki alla ég langar bara aðeins að setja flegi í þetta vegna ég var hrifin af Álfrúnu og allt það og margt að ég og flest sem þú sagði var frábært en mér langar síðan aðeins að setja flegi í þetta eins og með Einar Kárason sko ég þarf bara að segja nafnið þú veist hann á einhverja hápunta hann hættir ekkert og hann á marga hápunta í dag Já, hún ekkert heldur að tala hún var ekki að tala heldur sko kynslóðin eftir hún var að tala sína og fyrir hún var að tala Halldór Laxness og þessa kalla hún var ekki já hún var líka að tala það ekki þú veist ekki okkar en það samt það sem ég vildi meina út frá þessu og okkar að það ekki búið að skrásetja kvennævina á sama hátt og við hefðum sko 1.000.000 bækur staflana af skrásettu kallaævi Ævisögum, já og ég stundum sammála henni Ælínu Miles og henni vinkonu hennar þáverandi kæristu Solveig held ég hann hætti þegar það gerði þarna Parísar manifesto og þeir sem fannst að kallmenn ættu að taka sér frí í 100 ár frá listsköpun stundum ég sammála því suma daga En þú sammálaði akkurat núna á þessum degi við Rauðaborðið Ég bara að hugsa sko, þá var ég bara að minnast allar þess að stapla allar þess að smáatriða að þú veist tilfinningarlíf karlmanns öll þessi smáatriði og núna eins og við lifum núna þú veist í skuggakostningarna í Bandaríkjunum og það þú veist það svo menningin sko himnar menningina rignar sæði en ekki regni Já, Kristín, er þetta ekki sammála mér að þetta sé efni annað þá? Jú, ég myndi segja það, en ég myndi líka segja að þetta eiginlega sönnun á því að það svakalega áhugavert efni sko, sem verður til í kringum útgefin verk, það að segja samræðan og umræðan
en líka einmitt bara allar biografíurnar og viðtölin og þetta einhvern veginn alltaf skemmtilegt með, sko, maður hefur einhvern veginn áhuga á því, en þetta gríðilegt verk, þetta mikil vinna úr svona viðtölum eins og þú varst að gera. Þannig að þetta eiginlega bara, þarf fagfólk til þess að skrá þetta. Já, það náttúrulega á við líka allar bókmenntir á Íslandi, ekki bara, þú veist, allar bókmenntir, að það þarf að, já, arkíf og það þarf að vinna meira, það ekki unni með þær, það ekki, þetta bara eins og á færibandi svona allt og mikil hraði. En spurning, þú sagði mér einhvern tímann að ég var að velta fyrir mér hvaðan kæmu þessar spurningar, svolítið svona, voru mjög óvenjulegar miðað við önnur bókmenntaspjöll og þá vísaður þessu nú upprunanum til Vigdísar einmitt, var það ekki? Já, ég var að herma eftir henni þegar ég byrjaði að gera sér viðtal. Og varst þú þá að taka viðtal? Nei, það var því að þú tókst viðtal við mig þegar ég útgáfuboði Millu 2012 og þá spurðuðu mig hvað uppáhaldsljóðið þitt, uppáhaldsliturinn, hvað uppáhalds maturinn þinn og alls konar spurningar inn á milli spurninga, rosalega svona tekníska spurninga bókmenntir og svoleiðis. Þannig ég fyrsta viðtalið sem ég tók var við þig og svo við Álfrúnu, þannig að já, fyrstu viðtalið þá vorum við ykkur tvær. Þannig að við hæfið bara það var í sama mánuðinni að ég tók, Já, þetta var uppað spjalli hérna við Rauðaborði og var gaman þegar við að taka viðtal við þig að því að þú varst þarna barnshafandi og alveg rétt. Já. Það var bara og svo kláraði ég viðtalið, þá varstu búin að eignast barni. Þetta var langt ferli og alveg gríðarlega mikil heimild, sko, einhvern veginn, merkileg gaman að eiga svona, en sko spurning hvort við eigum að hætta núna, hvort ef þú kannski gaukir að okkur spurningurum sem að þú spurðir höfundarna, getur við ekki spurt þá líka höfundarna sem koma til okkar núna á aðvendunni og fyrir aðvenduna svona? Jú, það ekki bara gott að enda og spyrja hver uppáhaldslitur þinn er. Heyrðu, hver eins og raunverulega, sko í alvöru talað? Já, það sko gulun og það gerðist fyrir nokkrum árum en áður var það eiginlega rautt og svo blátt nei, rautt eiginlega áður. Þú skrifa nú mikið svona í litum. En ég var að reyna að láta grænan vera uppáhaldsliturinn minn en hann tekst ekki. Þú ert með grænt bindi? Já. Nokkur bindi? Þú ert með nokkur bindi? Já, þetta náttúrulega lit, þetta heimagert bindi, það sama lit og... En að því þú sagðir himnandir, það ringdi sæði, þá ert þú svona til að minna á það að jafnvægi, þá ertu með nokkur bindi. Já, sko, ég klæði mig þetta veitir mér öryggi út af því að pappa átti þetta. Þetta græna. Og ég búin að fatta að þú veist að mér gaman að klæða mig svona eins og kallmannsföt og það til að klæða mig í föðu minn. Það á ekkert við kyn eða neitt svolítið og það þú veist hvað heitir þetta aftur? Ég er búin að veit kynveru eða kynvitund eða kynkvötu eða eitthvað svolítið. Það verður ekkert með það. Kynverund. Því hann var svo góður að skrifa, var ekki? Hann var alltaf... Nei, hann var ekki. Ég meina, hann var alltaf að halda öll til haga, svona. Það þessi þarna... Jú, hann elskaði penna og svona. Nei, það er líka þegar við búum í þessum heimi sem svona, eins og til dæmis að því að ég get verið alveg rosalega svona veit ekkert í hvað fót ég á að stíga og enda þeir bara fjórir fætur kýrinnar, nei. Já. Og spenarnir maður minn. En leiðum maður fer í kallaföt þá bara, já, ég veit alveg hvert ég á að fara. Mér finnst þetta að vera þannig. Já, er það, já. Út af þessum, já. Þessu vildi ég nú bara ekkert endilega koma framfæri. En þú ert búin að því og það er bara mjög skemmtilegt og líka... Út af þessum himnum og því allir... Já, gott að setja þessi hatt, bara kallmanns kúluhatt til að fá ekki þetta ofan í höfuð á sér. Já. Þetta endalösa sæði. Sem að rignir og örglega þegar við förum út á eftir. Já, menningar heimi. Úr þessu fjölmið þú veist, þú veist að... Já, ég held ég skilja og allir sem á því hlusta að skilja hvað áttu við. Já, heldur það ekki? Jú. Ég meina... Það eru bara kallar sem eru snillingar, Kristín Ómarsdóttir. Eru við ekki alveg saman? Jú, það hefur ekki ennfatt. Nema kannski Madame Curie. Já, það kom nú ekki fyrir seinna, sko. Já, en hún var aldrei kölluð það náttúrulega. Þannig að, já, konurnar eru... En þetta er engin svona penisöfund, er það hjá þér?
Nei, alls ekki, Nei, sko. Ég er það er alveg líka laus við gott, hana. sko. Það er líka gott að vita það. Og þú ert sátt svona sem skáldkona? Ég er sátt sem skáld og sátt í mínu skinni, sem að segja. Já. Algjörlega. En hugsa ykkur sko, spjallið bara, ég meina hvað er margt sem við þyrftum einhvern veginn, þessi líka... höfundur og öll verkin, en við þyrftum allavega sko 10 klukkutíma. Já, og maður fær ekki allt sem maður það vil, sko. Nei. En hugsaði líka hvernig heldur að fólki liði. Ef það hlustaði á okkur í 10 klukkutíma og kæmis kannski ekki út úr herbygginu, það var búið að læsa það inni. Spurning. Já, en mér þykir gaman að vera hjá ykkur. Ég veit alveg því Við þökkum fyrir, fyrir að koma í fyrsta... Já, takk fyrir bækurnar. Já, takk fyrir að... Og að þetta er tilraun hjá okkur, auðvitað verður þetta tilrauna rapp hjá okkur. Já. Og að því þú náttúrulega hefur gaman að gera tilraunir og leika þér í textarum eins og þú ert að segja leikurinn og tilraunin er nú svona, er það ekki einkennandi svolítið? Jó, mér finnst það. Hennar. Þannig að þá ætlum við kannski að byrja svolítið á, kannski getum við byrjað á höfundum sem hafa svolítið gaman að leika sér. Ég segi svona. Eða bara einhverjum við... Nó er til. Mér finnst ég reynda rosalega alvarleg. Áður við hættum þá langar með að spyrja ykkur, sko, það hefur ekkert með þína bækur að gera eða þínar að það eru viðtökurnar sem að menntaskólinn nema sýndu bók Þóru Kartísar, Blóðberg. Þið munaði ekki þetta? Nei. Jú. Gott, jú. Ég veit af því, þannig að þegar það átti að banna það. Að banna hana? Já. Eins og ætti að fara að herma eftir Flórida, það sem er búið að banna hellingabókum, hinsegin bókum og fulltabókum úr skólabókasöfnum og bókasöfnum af Flórida. En þeir vita ekki að þeir munu kannski ekki krakka til þeir eru tvítur komast inn í háskóla í New York að þeir hafa ekki lesið að því það fá ekki bækurnar en allt í náttúrulega á Ísland hér að fara að herma þetta líka. Býtu þetta nýverið? Nei, þetta var einhverju mánuði síðan. Septemberlok. Já, september. Já, svo undrandi vegna þess að allt sem í kringum okkur er öll grimdin, þú veist, allar árásirnar af konur og kalla, þú veist, öll þessi mismunun í samfélaginu og guðum að veita hvað og svo kemur bók og hún að segja frá, konu frá, ég held hún hafi verið 1601 eða 2, þess að síðustu, hún er 10 ára að bíða eftir dauðadómi fyrir að hafa notið kynlífs með einhverju sem segist ekki hafa gert, sko. Og er svo tekin að lífi. Og þetta er rosalega flott bók. Já. Þá er tekin úr samhengi sem texti úr þessari bók og lesin upp í sjónvarpi af 2 ungu stúlkur sem voru bara yfir sig sorgmættar yfir þessu sem þær held að vera klám. Að það var þess að tilfinningarlega upplifun og líkamlega auðvitað af þessara Þórdísar sem hafa tekin að lífi og við ættum að munna nafnið hennar og þeim fannst það vera og ég hugsaði, heyrðu, ef þið þola ekki þetta, hvernig getið þið verið í heiminum? Og svo er það hinn spurningi, sko, eigum ekki bara fara að banna meira af bókur. Já. Brenna. Já, því ekki bönnum við seríum, ekki bönnum við seríutnar á Netflix og morðin og allt þetta. Nei. Eigum ekki aðeins að fara að huga því þegar við lesum bækur. Hvort við eigum ekki bara að fara að banna meira af þeim. Já. Ef við gerum það? Nei, alls ekki, sko. Nei, frekar að banna stríð. Svo reyni að þetta er spurning til hlustenda og áhorfenda. Þar til að við hittust næst við kveðjum hlustendur og áhorfendur Vigdís Grímsdóttir. Takk fyrir mig, það var gaman að vera með ykkur stelpur. Já, sömuleiðis og takk fyrir að vera hér við Rauðaborðið og ég heiti Oddný Eir og til okkar kom reið á vaðið Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur, skáldkona. Kæra þakki fyrir og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið eftir smá stund og tökum frímínútur. Mér er svo gaman að segja frímínútur. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.